Það sé bara þokkalega sáttu með útkomuna í kvöld. Já, við spilum betur í dag en í gær. Það er svona mikilvægast að vita að við séum að bæta okkur leik frá leik. Og svona sóknin, betri tímasetningar og svona flæði. Og vörnin var líka mjög oft vörnin fín. Það er bara nokkuð góða körlum og bara mikilvægt að við séum að bæta okkur leik frá leik núna fram á móti. Stuttur tíminn náttúrulega en já, eins og maður segir, mikil bæting frá því í gær. Já, við vorum betri í dag en í gær og það var svona markmiðið að svona stíga eitt skref áfram. Stærra hlutur sem þú ert að fá í kvöld, þú lítur bara að vera mjög sáttur við þína frammistöðu. Já, ég var bara yfirvegaður yfir þessu og lét svona leikinn bara koma til mín. Náði bara góðu flæði og ég er bara mjög ánægður með þetta. Þú virðist vera svona nokkuð bara stígandi í liðinu og maður sér svona góðu mórall. Já, bara góð stemming yfir þessu og svona eitthvað bara gott að ná sigri svona upp á bara svona einhvern veginn stemminguna. Það atriði sé bara að við séum að bæta okkur fram á móti. Já, þetta nú mót náttúrulega í Danmörku helling. Já, bara hver leikur er mikilvægur og það er bara að reyna að skrifa þessi skrefi að bæta okkur bara leik frá leik og vera reddi við að það eru flautað til leiks í Katar. Svolítið síðan þú hefur náttúrulega verið í A-landsliðinu 13 dagar í mót. Ertu ekki orðinn farin að missa svefn? Nei, mér líður bara vel. Ég er bara yfirvegaður yfir þessu, held ég. Ekki spenningu komin svona að reyna að halda það niðri bara? Já, ég veit það ekki. Þetta er bara eins og hvað annað, maður verður bara að halda ró, Já. Varnarleikurinn í dag, þessi afbrigði sem vorum að sjá í gær kannski, voru ekki að heppnast fyllilega skárra í dag? Já, vörnin bara góð í dag og ég veit ekki. Bara einfaldlega að spila betur í dag en í gær. Þjóðverðarnir sterkari núna? Ég veit þjóðverðarnir alltaf bara með hörkulið. Já. Og gott að ná að vinna fyrir dag, þetta er eftir leikinn í gær. Já, bara góð bæting. Takk fyrir það.